Já, ég ætla bara að segja hæ aftur. Þetta var stutt stopp. Innilega til hamingju með að klára þetta verkefni. Takk kærlega. Sko í byrjun vetrar þá var það Hjarðartún sem var á fullri ferð og maður var ekki svona vissi ekkert alveg í hvað átt það færi. Hvernig voru þið að hugsa þetta og hvað var planið þegar þau tóku svona afgerandi forystu? Við náttúrulega vorum með svolítið mistökum þarna í byrjun og þar af leiðandi gáðum þeim smá forskot. Svo reyndum við að minnka aðeins mistökin núna og sækja á það eftir. Og það gekk. En þetta er spennandi. Þýðir þetta að liðið kemur aftur á næsta ári? Já, þetta er sigurlið. Búið að vera náttúrulega velgengni lengi. Ég veit ekki hvað við erum búin að vera með þetta lið. Ég er allavega búin að ríða hérna fyrir topprætti síðan 2017. Þetta er búið að vera, eins og ég segi, spennandi og skemmtilegt og þetta gerir náttúrulega mikla kröfu til ykkar. Þið þurfum að vera fjölhæf og vel hestuð til að taka þátt í svona verkefni. Er þetta eitthvað sem þið eru að vinna að allt árið? Já, klárlega. Náttúrulega bara þjálfa hestana allt árið og þetta bara gefur góðan svona leið inn í hvernig sumarið verður hjá okkur. En þetta er svona eins og ef við tala fyrir mig, að ég kem aðeins í skeiðgreinar og legg svolítið út með að standa mig vel þar, sko. Þannig að ég leyfi hinum að sjá hringvallagreinar. Guðmund Ellen, þú ert nýliði og í deildinni og í þessu liði. Hvernig er að vera með þessu fólki? Það er bara geggjað. Ekkert eðlilega gott fólk, sko. Geti vel hugsaður að halda þessu áfram? Já. Það er mjög erfitt. Það er mjög erfitt að vera með þessu liði. Ég trúi því einhvern veginn på hæfilega. Ég segi bara til hamingju enn og aftur með þetta allt saman og ég ætla að fá að halda þér aðeins Árni Björn en takk segi ég við ykkur hinn.